flúrlampi, þá erum við með þess að peru hérna svona og glóðarskaut hér, glóðarskaut hérna og hér er bara inn hérna bara svona og hér er rofinn kallað starter. Þetta er bara svona, L1 hérna og 0 væri þá hér og hér er ballest, svona spóla hérna, svona og hér fer hann vatni í gegn hérna og starterinn hann er lokaður, þegar við byrjum þá er hann lokaður, það er svona tímalið á honum, svo opnar hann og hann er lokaður, þá fer við hérna skautin, þú glóa upp, þú hittna í endan á perunni og þessi tímalið hann hittna líka og lokaður þá opnar hann, það gefst hann upp og hann opnar og þá er gasið búið að, þá er skautin búin að hittna hérna og hér er konar lausar rafeindir og ballestin hérna, hún spannar upp bæði spannar í spennu og hún er líka viðnám og það fara að streyma rafeindir í gegnum peruna. En við höfum bara á fasíkunni hérna, ströymur fyrir þessa áttina, fyrir tilbaka, þessa og tilbaka, þetta er rispenna og ég kveikti sem að snýri við, fasík, vesen. Og þetta er það sem við erum að mæla í ráðfinni. Þetta er svona flúrlampinn sem við erum að nota í tilraun sem er núna dæminu hérna. Og þá tekum við bara dæmið upp. Hér er bara búrfett hérna, 200 og virka volt, maður sjá. Þetta er bara raunveruleg, þetta er það sem við erum að gera í verðum í tíma núna. Hér eru 230 volt, hérna, 230 volt, AC. Og hér er lampinn og við tekum hann bara í tvennarlagi, spólurhlutin í honum. Og það sé að spólan hérna í lampanum, ef maður er með ómæli, þá er þessi hluti hér. Ég getur Martínir, við erum með 50 rið, það er Excel-ið hérna. En við vitum það ekki, það vant að mæla þetta. Það er bara, við höfum wattmæli hérna, þetta er bara wattmælir og hér er ampermælir. Svona. Þessir tveir mælar, við vitum spennuna, við vitum vöttin, aflýtingurinn, við tekna bara beint upp. Þetta var tvær hliðar í honum. Það sem er hér, hún er hérna. Hér er R-ið, þetta eru vöttin hér. Hérna er varið, það getum við ekki mælt. En hérna þá er voltamperinn, spennan, sinnum straumurinn. Við vitum spennuna, við vitum amperinn. Og vöttin sem við mælum hérna sjáum við hérna með 44 vött. Og ampertöngin okkar 0,35 amper. Svona. Þetta vitum við. Ekkert annað. Og nú vil ég að þið teiknið alla 3 þríhyrningana og reiknið út kósinus phi og gráðurnar. Og nú færið bara beint inn hérna vöttin, þau eru 44. Voltamperinn, 230 hérna, 230 volt, sinnum 0,35 amper er jafnt og vitlaust blað. Þá setti ég hérna blaðið með þessu áfram. Jæja, þá bara reiknum við þetta. Þetta er það. Og þá sem sagt, er ekki búin að þessu uppstæðar. Jú, þetta hérna eru 80,5. 80,5. 230 sinnum 230 sinnum 225 amper. Þetta kom ekki á mælu, þetta mælu voltmæli og þetta mælu ampermælið ampertöng. Lampinn logar og þessa tölu fáum við á ampertöngina og þetta er wattmælirinn. Voltamperinn, spenna hér, straumurinn er voltamperinn. Vöttin lesur beint af hérna 44 og reiknum varið út með Pýþagórasi. Varið rótin af og það til hérna 80,5 í öðru, mínus hérna 44 í öðru, svona og fáum við út einhverja tölu og það er þá 60,4. 67,4 var. Þetta er kallað launafl.
67,4 var. Þetta afl engum til gagns. Þið sjá að það meira heldur en aflið sem við notum. Við notum bara það sem eyðist í viðnáminu. Hérna. Og núna að þið vitum spennuna og þið vitið hérna strauminn. Nú getum við teiknað þríhyrningana hérna. Næsti þríhyrningur, það þá það bara bláa sérstýrar. Næst teiknum við spennu þríhyrningin. Og að því við vitum að þessi tala, hún í raun spennan sinnustraumurinn, spennan hér yfir, sinnustraumurinn hér í gegn, þessi tala hérna. 44 vöttin sem eru hér, straumurinn hér í gegn, sinnuspennan hérna yfir, og við vitum strauminn, hann hérna með taukinni, 0,85. Þannig við deilum það bara straumum hérna, upp í töluna hér, upp í töluna hér, upp í töluna hér, fáum spennuna hér yfir og hér yfir. Þannig að UL hérna, UL þá jafnt og 67,4 deilt með straumnum 0,35 amper. Þetta var hérna, eða launaflið. Og út úr þessu fæ ég 193 volt hérna, 193 volt. Hér eru 230 volt. Það bara hvernig ekki aðeins. En ef ég ætla að rekna það út, þá var það 80,5 hérna, 80,5 hér, deilt með 0,35 amper og það þessi tala hérna, 280. Og hérna erum við með 44, hérna, 40, þar að segja þetta jafnt og 100, nei, sjá, þess að tala hérna er 44 deilt með 0,35 amper og það þá jafnt og 44 deilt með 0,35 amper 125,7 volt hérna. Hér eru 125,7 volt. Svona. Og hér eru 193 volt. Svona. Hérna, þetta og hérna þetta. Aflýtingurinn hérna, P, U og nú vantar bara viðnámaþrýstingin. Og það bara horfum við bara að píðukvála hérna. Hérna, og hann farinn. U, I sinnum R. Svona. Og við vitum aðstæðarstrauminn. Og við vitum spennuna. Hún spenna hérna. Straumurinn. Við deilum bara núna þessu sama straum. 0,35 amperum. Upp í spennuna hér, spennuna hér, spennuna hér og fá viðnámið hér, hér og setjuna. Þannig að hérna sem sagt 193 volt deilt með 0,35 amper og þetta einhver tala 551 ohm, 551 hérna og hérna það 125 hérna 125,7 deilt með 0,35 amper og þetta jafnt og 357 ohm og hérna setan, tökum það bara hérna og bara fram til hliðar þetta og það bara 230 volt hérna deilt með 0,35 og þetta þá jafnt og 657 ohm og það bara inn með rauður. Hér var þetta X-ellið 551 ohm, R-ið 357 ohm og setan hérna sínda viðnámið sem hljóðningjaðan sér inn í 657 ohm. Svona. Þannig að hér er fyrst með vatnþrýstingin, spennumþrýstingin, viðnámaþrýstingin. Þetta er gagnlegasta dæmið, þar að segja að þetta er einlega svona endirinn á þessu ferli hjá okkur í þessa viku sem búin að vera saman að það að þið getið sem sagt náð ykkur í ampermæli, wattmæli, setta ykkur á rás, fengið þið mælið 3 tölur. Voltinn inn á rásina sem er bara í húsinu,
vöttin sem tækið tekur á vatnmælinum og amperinn á ampertönginni ykkar. Þessar 3 tölur hafið þið. Út frá þeim teiknið alltaf hér. Og hér á eftir að gera gleymdi þið bara að finna hotnið. Þið veljið bara eitthvað tvítingin, síðan leikum máli hvað það er. Kósinni phi þetta, kós phi, er það jafnt og 44 deilt með 80,5 og þetta er eitthvað tala hérna. 44 deilt með 80,5, 0,54 og gráðurnar hérna, arkkós á þessu, 0,54 er jafnt og hérna, arkkós af ansver 56,8 gráður. 50,8 gráður hérna. Svona. Og það er sama hotnið hér, hér og hér. Allstaðar sama fásik. Og allstaðar sem er hlutföll í þríhyrningunum. Þannig að, já, þessar 3 tölur hérna, þá vitið ég hérna hér og hér. Nei, fyrirgeðið hér og hér. Þessar 2 hefði vitið þið. Með þessum tölum hér 3 vitið þið að 2 tölur hérna. Reiknum út þessar 3. Ok? Afsýðingur er þá komin. Síðan þið vitið að vöttin eru margfeldi, vött er u-sinnum í, svona, hendinni við vött er margfeldi að spennu sinnum straum. Þannig að þið vitið vöttin og þið vitið ið. Ykkur vantar u-ið. U er jafnt og, þetta. Það deilið þið bara hérna, stölum upp í þessar tölu hér, upp í þessar tölu hér, tölu hér, og þá fáið þið spennuna yfir hverja hlið. Af því í tölunni sem tala hér er, hún er straumurinn sinnum spennan. Og þið vitið strauminn, deilið honum upp í töluna hérna, finnið spennuna. Hérna, hérna, hérna. Þetta er nægilega trikkið í þessu. Fyrst að finna þessar 3 tölur hérna, að fatta með þeim getið teiknað afsýningin og því þið vitið strauminn og þið fundið spennuna hverju hlið, deilin upp í, hún er hér. Og þá getur ég svo að vita það að með því að deila strauminn upp í spennuna aftur, nú svo málið þá fáið við ramman hérna. Er þetta hægt og rólega að koma þið? Já. Þetta er bara mörgum rafvirkjana þetta er bara, þú veist, það má innsæi í þetta og þetta er alltaf erfitt. En ef þið eru komnir með það sem komið er núna hjá okkur núna í dag og búið 1 tíma að fara í gegnum þessa æfingu og ef þið eru með þetta á hreinu þá eru þið góðum málum, bara toppmálum. Og ég fer ekkert lengra með ykkur í þessu, í rammasvæðinni B, sko þetta er kafli, sko í bókinni græni þá er spennuþrýtingurinn, það er 1 kafli, umhverfingurinn 1 kafli og 1 kafli til þess að hérna. Hér er þetta allt ekki saman og mér finnst miklu, þetta er miklu, það kemur tenging hjá ykkur á milli í staðinn fyrir að reikna bara annan og þennan og þið áttu ykkur aldrei á samhenginu. Þannig að markmiðið með þessum áfanga alltaf að fara önn er að þið getið svona dæmi og þið skiljið svona dæmi. Sýnisbylgja er sem sagt, hérna hafið þið svona bara snúð sem snýst hérna, með bara spólu hérna, bara spóla og hér er segursvið, norðursvið og suðurskaut hérna, þeir seglar hérna og þegar hann snýst hérna framhjá sig endi hérna, hér er tímaásinn, þegar spennan farið það bara svona upp, hann fyrir hérna bara, hér er hún lítil og meira, hér er hún í toppnum hérna, svo fyrir hún niður aftur hérna svona, svo kemur hún hér er annars skaut, þá snýst straumurinn við og fyrir hinn áttina og þá teiknum hann niður. Þetta er, við teiknum það alltaf svona upp og niður, það þýðir bara skautið hér fram hjá S-inu, það er toppurinn hér, svo fram hjá N-inu, þá er toppurinn hér. Svo við fyrst hérna megin fyrir þess áttina, svo kemur skautið hingað yfir og það fyrir hann í hinn áttina, svona. Þá þetta snýst við, það fer til Reykjavíkur, frá Reykjavík, til Reykjavíkur, frá Reykjavík, 53 sekúndur. Þetta er reiðstraumurinn, reiðspennan. Og þá teiknum við bara svona hérna, þetta er spennan hérna, þetta er U, spennan hérna, hún er svona. Og þetta var í brauðristinni hjá okkur. Hérna er bara borðfana, hérna er bara brauðristina, fyrir 2 brauðsnaðar. Í brauðristinni, þar er spennan og straumurinn á sama tíma. Getur verið lægri straumur hérna svona og lægri hér,
en þeir toppa á sama tíma í báðum tilfellum. Þetta heitir að vera í fasa. Hér ekkert fasvik. Það að segja, hérna voltamperinn og vöttin, þau sömu. Þrýtingurinn í dæmi, hann væri bara svona. Bara 0, eitthvað gráða hérna í fasvik. Af því að vöttin hér og voltamperinn, þau eru eins. Svo fáðu ykkur mótor. Bara spennibrytti. Spennibrytti, og fara á eftir af. Og þá fáum við þessa mynd hérna. Þetta U hérna. Þetta U. Hér kemur straumurinn, honum senkar. Hann að hamast hér. Það að segja straumurinn fyrir hérna niður frá, sem að fara hérna niður frá. Hérna. Ekki mál. Hérna upp hérna. Og svo snýst hann við. Þetta baka hérna. Það hér. Fullt innan við. En hér fullt af segulsviði í spólunni, í kjarnanum. Hann þarf að byrja að snúa öllu við og eyða segulsviðinu. Það tekur tíma. Þannig að straumurinn, honum senkar. Hann kemur á eftir. Og það kemur fasvik. Straumurinn fer út úr syngi sem nemur sig hérna. Hérna. Og það hér, hérna niður svona. Þetta hér svona. Og þetta hér mínus og hér plús. Fyrir ofan þetta þykna. Nú tökum við línu hérna niður svona. Svona hérna. Sjáu þau nú. Hér straumurinn mínustala. Þetta mínus. Mínus. Spenna hérna. Hún plús. Þetta margfaldið plús sinnum mínus. Þá fáið út mínus. Þannig að þessi bútur sem hérna, þetta dát hérna, þetta mínus. Hérna svo plús, plús, plús. Hérna á stíðinu, sjáðu hér. Hérna mínus á spennunni, plús á straumnum. Þannig að búturinn sem hér, hérna, þessi, hann líka mínus. Og kollakolli. Þetta sem hérna, þessa græna klessa hérna, þetta aflið og það plús alltaf hérna fyrir ofan, en þessar klessur hérna, það mínus. Og þetta hér fer tilbaka inn á landsnetið, þetta fer hérna spennum hérna, og það fer tilbaka hérna inn. Hérna hafið þið vatnmælinn hérna, hér með vatnmælinn hérna, svona. Og þá mælið þið straum sem fer hingað yfir, og þið mælið bara hann, ekkert annað. En ampertöngin sem hérna, svona, hún mælir gæðin sem fyrir báðar áttir. Fyrst kemur hérna, svona, svo fyrir tilbaka þetta hérna og töngið mælið það, ampertöngin. En vatnmælirinn, hann bara að gefa upp það sem þið getið notað, sem við hefur ofanstrykið. Og þetta vandamálið að það að vírin hér og öryggin sem í rásinni, sjálfvarið hérna, það þarf að bera volt-amperdótið. Það þarf að bera strauminn sem fara hérna, svo kemur hann aðeins tilbaka, hann fer tilbaka alltaf sjálfkrafa. En þetta auka skammtur sem fer tilbaka inn á netið. Þetta hérna neikvæða aflið. Margfeldið þar sem að straumurinn sinnum spennan eftir tímaásnum, þar sem að margfeldið gefur mínus, það þetta kleffur hérna, og það það sem við notum ekki. Það bara til óþurftar, en það hitar vírinn. Það fer til vírnum og öryggið. Og það mikið fasvik, þá þurfum við að hafa svera víra, sem að séu bara að nota hérna hjá okkur var bara 44 vött hérna, sem við fengum í svo lampa. Við vorum með 44 nothæft afl hérna vött, en við vorum með 80,5 volt ampere. Við vorum með tvöfalt meiri straum í lognanum, heldur við notum sem raunafl í lampanum sjálfum. Þannig að þetta fasvikið hérna. Það sem margfeldið spennu og straum í hverjum tíma hérna mínus. En það erfitt að skilja fasvik og þið þurfum ekki að skilja það. En þið þurfum bara að vita að það þýðir að þið þurfum að bera meira afl eftir leiðurunum og varnarbúnaðurinn, örygginn, þurfa líka að þola þetta fasvik.
og þið getið minnkað fasvikið með því að setja þétti, hliðtengja þétti við spóluna. Þá fer fasvikið bara hérna á milli, bara hér á milli, þá kemur þéttir hér. Þú bara þéttir hérna svona, þetta, og þá pendlar þetta bara hér á milli fram og aftur. Í staðinn fyrir að fara út á netið, þetta gums hérna, þá fer það bara á þéttin og tilbaka og þéttin tilbaka og ekkert á netið. Og þá fáið þið sömu voltampere og vött hérna inn, sem markmiðið. Þá getur þú haft grennri lagnir og lægri tölur á varnarbúnaðinum og miklu eðlilegri rás. Og veitan kát og glöð, þið eru ekki með neitt fasvik og þið nota, það sem þið fáið lágmarks bara, þú veist, fasvik og lágmarks, af því að hún, veitan þarf að skaffa ykkur, þú veist, rafmagnið sem að í fasvikið, en þið borgið ekki fyrir það. Þið borgið bara fyrir vöttin og það er mikið fasvik og það veitan að komið svera strengi til ykkar til að fæða fasvikið sem er einhvern til gagns. Þess vegna er þessi krafa að fasvikið skulle vera minna en 0,8 eða einhvern tala, ég held að það sé 0,8. Og þetta eru svona í flestum gamaldags eru þéttir. Hann er til að taka þetta gumsjarnan sem fyrir tilbaka og það vera bara lókalt af því að spólan, hún þarf að losna við þetta tilbaka. Það er útlokað að búið til rás með spólunum að hafa fasvik, en með því að hafa þétti yfir hana, þá vinna þau bara saman, bara við svo vinnir, fyllir á, tæmir og þetta hverfur alveg af veitu kerfinu.